Háttvirtu konur, ágætu skólafélagar. Ég ætla nú að brjóta á aðallega mín og standa upp að segja nokkur. Og ég held að þetta öll að gera það. Það gaman að frétta svona af þessu. Ég mælist þess að við stöndum upp og segjum svona helstu atriðin frá því við útskrifum. Það reyndar stutt hjá mig. Ég var í lögreglunni með hlé og fórum til Noregs 86 og 7. Byrjaði svo 90 aftur og var til 2006 og fór það í vegagerðina í umferðareftirlit. Og hætti þar á bilunum núna í júlí í fyrra, því ég greindist einnig með Parkinson og hef verið að eiga það núna. En þessi Þórir er nú aðalhetjan hérna í þessu, þá ætlum ég að lesa hérna vísu sem var ortum hann. Í sjónvarpinu sá ég mann, sá var ekki glaður, Þórir Steingríms heitir hann er okkamaður. Formaður í Fíranir, af flestum talinn góður, kappi marga kosti ber og kannski eykst hans hróður. En ekki spara orðið var, og ekkert var þar slenið og rauk úr bussu röri hans þar á Reykjavíkurgreinið. Í Kópavogskontorinn kannski greini betri, þó mun hann ganga í greiniðinn með gleði á miðjum vetri. Þetta er ástíð Úlfar Jónsson. Betra er bara að drepa tímann með sjálfan sig. Og svo er það síðast að hungraða maður gerir mat úr öllu. Og er nú komin aftur í fasteignarsölu og ég læt ykkur hafa mið á eftir. En það er sama kona og sömu börn og var. Við sann erum best eitt við eftir þetta voru. Takk fyrir. Já. Bjarni Torfi, hann hætti löggunni 89. Þegar að fara að Kennaraháskólann. Ég var eins og mynd kannski, var í fræðslustarfi síðust árin í löggunni, að vetrarlega allavega. Kallt úti oft hérna, þannig að var með togga í því. Og ég fór sett í Kennaraháskólann, kenndi í 3 ár og hætti eftir verkfalli 95 og flutti það erlendis og var í Danmörku 6, verið í kennarafræði og vann sem slíkur erlendis og svo hjá Skýr og Símann hérna heim í Íslandi og er svo núna að vinna hjá Sjálfseignarstofnun sem að vinna með einhverju einstaklinga. Ég var held í 14 ár í sessutinni. Fór svo til lögregluskóla 2000. Ég var mjög hrifinn á hann Arnóri, hann heillaði mig dálítið mikið þessi maður. Þannig að ég fór bara í sama starf á hann og líka með okkur. Stjórna marseiringum og fleiri. Það var mjög skemmtilegt. Og er ég því í dag ennþá. En þetta verður að styttast, ég get hægt þetta 1 ár í löggunni. Það er bara 95 ára regluna sem er góð. En svo verður við að hætta 65. Ég er búinn að vera í ýmsum deildum í lögreglunni eins og þið vitið og einhver hluta vegna hangi ég enn þar inni. En eins og Steini þá styttist óðun í að fara að hætta það. Ég er núna upp í skóla eins og Steini og við erum að kenna þarna ýmsa hluti og gengur vel. Þessi krakkar halda manni ungum og löngu farin í eitthvað annað held ég. Það er bara gaman að sjá okkur og takk fyrir. Í dag er ég að vinna á Alþingi, stærsta leikhúsi þjóðarinnar.
Þar gengur á ýmsu. Og ég á 6 ár eftir. 63 ára má ég hætta á 95 ára reglunni. Ég var það gamall þegar ég byrjaði löggunni. 27 ára. Þannig nú það. Takk fyrir. En í dag þá ég verkfræðstofu. 80% var ekki bók og í því 20% og bara gengur allt mjög vel. 2 stelpur. 18 ára sambandi við barnsmóður minni og 3 aðbarn á leið. Þannig að ég holdur ykkur. Mikið voðvættum ykkur. Það er góð tími. Nýst verið reynslan sem maður fékk þarna. Fyrir það fyrsta var gaman að sjá ykkur hérna aftur eftir þetta langan tíma og minn ferill í lögreglunni var ekki langur. Ég hætti fljótlega eftir að útskrifaðist og flæktist víða. Og eins og flestir sem að þekkja eyjarnar verður maður aldrei samur eftir að vera í Vestmannaeyjum. En árin urðu sem sagt 34. Ég hætti störfum fyrir aldurssakir, 65 ára gammal, 2011, 1. apríl 2011, þá var minn fyrsti frídagur frá löggunni. En það var gaman að sjá ykkur og hitta ykkur hérna. Það hefði verið æskilegt að það hefði verið fleiri úr þessum hópi, þetta nú ekki nema tæplega helmingurinn. En við rekumst á menn sem öðru hvoru. Takk ykkur fyrir. Ég náði 25 árum í lögreglunni og nú skil ég af hverju að það er sem þetta ákveðin einstaklingar hérna inni og störfum saman 2007. Ég og Aðsteinn og Óli. Það hlýtur að vera út af þessu myndbandi hérna, göngurnar og annað. Við kendum allir saman í lögregluskólanum 2007. Ég var nokkur áður í lögregluskólanum líka áður. Ég náði 25 árum. Nú, ég er giftur Elfu, hún er hérna með mér í dag og við erum 3 börn. Og síðan á ég barn fyrir. En því miður þá hafði ég ekki bara aðeins haft. Ég hefur alltaf harður í forvörnum. En ég tekur það fyrir, það er bara gaman að sjá hópinn og hittast og bara æðislegt að vera með okkur. Þegar ég smitast af Þóri, það voru héraðslögreglumaður á Bolungarvík. Ég kynntist honum aðeins sumarið áður, þá var ég að elta stelpu sem var í fiskvinnslu á Bolungarvík og gisti þá heima hjá Þóri. Til að hún leiði það herbergi það sumar. Það var mjög 48 tíma sem ég átti þar. Og það var héraðslögreglumaður hann fyrir restan. Það er allan sumarið eftir ákvæmst ég þarna í lögregluna sem sumarmaður var þar í nokkur ár. Þessu skólan 84. Nei, 82 segir. Við höfum okkur verið að kenna þarna áður, kannski upp á því. Og við áttum í skólan frá 84, þess og í umferðardeildinni með nokkrum hérna hjóla. Svo fór ég út til Ameríku og lærði aðeins meira, vann aðeins við það, en fór svo í lögregluna aftur sko og hefur verið síðan. Það var sem verið lærður sem var með Þóri og enginn annar, nei. Það var mjög góð tími. Besti tími í lögreglunni, það var verið þar. Já, hvað er það svo að segja meira sko? Já, ég sem sagt þarna, ég á sennilega rúm 3 ár eftir og ég bara alveg heill í jobbinu. Það er sterk í þess að segja. Og minnst það svo að ég misti konuna fyrir 3 árum. Hún fékk krabbamein. En við áttum 3 börn og það eru 4 barnabörn. Svona fyrir það. Já, Gylfi. Ég byrja 1982 með Þorgrunarmála á Selfossi og er þar til að skóla lýkur 1985 þegar ég flyst í bæinn og fer í Hafnarfjörð, lögreglunni í Hafnarfirði. Og þar er ég á vöktum þangað til sameining verður 2007 sem er skákað inn í Kópavog sem ég er núna í lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Og ég segi þess að Þorgrunarmáli, ég er heill í starfi og
ágætlega sprækur, líka vel í vinnunni. En það er svona, það fyrir að styttast í þetta hjá manni. Ég á 4 ára eftir. Þetta líður allt. Maður er bara að fara að hugsa hvað gerir maður þá. Einhverja vinnu, fær maður vatnarlega. En sem sagt, það er nóg að gera á stóru heimili og gaman að vera til. Það er gaman að sjá. Ég er giftur sömu konunni. Við hefum 3 stráka og 4 barnabörn og maður hefur svo nóg að snúast í því líka. Þannig að það er bara skemmtilegt framöndan og sérlega gaman að hitta ykkur og ég vil þakka Þóri sérstaklega fyrir þetta framtak að búa okkur saman og halda utan um þetta. Þetta er bara stórglæsilegt, já. Takk fyrir mig. En hvað sem því líður að þá er ég mjög lánsamur allan þann tíma sem að ég var í lögreglunni og hún gaf mér mikið og gaf líka það leið sko öfugt að leiklistin gaf lögreglunni mikið og lögreglan gaf leiklistin mjög mikið. Þannig að ég var mjög lánsamur að eiga þessa 2 pósta. En hvað sem því líður, ég var mjög ánægður að sjá einmitt, þó að við séum ekki nema bara þá þetta, hér í dag, mjög skemmtilegt og mjög ánægilegt og þeir áttu þetta Guðmundur sjálfur, sá sem þykist kunna það sem vel hérna, heldur ekki eins og við sléttri, og Jón Þóri Leifsson sem sagði við mig, hörðu nú bara hóarum mannskapnum saman. Og hér eru við samankomin og það er mjög gaman að sjá ykkur öll.